kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál þennan mánudag, óvenjulegu þáttur, aukaþáttur sem að við skellum hér í að óvenjulegu tilefni. Á mánudaginn fyrir sléttri viku síðan var tilkynnt að flugfélagið Play væri farið veg allrar veraldar og 400 manns höfðu þá mist vinnuna. Það áfram þróun í gangi. Við sjáum að fleira fólk að missa vinnuna hjá fyrirtækjum sem að tengjast þjónustu við þetta mikla fyrirtæki. Það gengur alltaf mikið á þegar flugfélög fara á hausinn. Það höfum við séð oft í sögunni, ekki síst 2019 þegar WOW féll. Ég ætla að ræða þessi mál og hvernig þetta blasir við á þessum tímapunkti við tvo reynslubolta, þá Svein Andra Sveinsson sem að sáum að slíta eða gera upp þrotabú WOW og Steinloga Björnsson sem að hefur marga fjöruna sopið í flugrekstri síðustu áratugi. Ég ætla að fara hér yfir þetta með mér. Áður en því kemur allavega að fara í örstuttar auglýsingar, en ég verð að nýta tækifærið og óska Víkingum til hamingju með glæsilegan Íslandsmeistaratitil sem þeir lönduðu helgina. Það samgleðast allir liði sem að stendur jafn vel og þeir gera á þessum tímapunkti. Fylgist með. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Er búin að leggja heldingspening í þetta. Nýtt í sjónvarpi Símans Premium. Reykjavík Fusion er komin í sjónvarp Símans Premium. Góð hljóðvist er gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem er. Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausninar sem henta þínum vinnustað. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Nú geturðu prófað litinn áður en þú málar. Voilà! Prófaðu mitt rými á húsa.is, húsasmiðjan. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Polsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Já, komið sæl að nýju. Þeir eru komnir hingað til minn. Þeir Svein Andri Sveinsson og Steinlogi Björnsson sem ég kynnti hér í upphafi þáttar og við ætlum að ræða hér stöðuna í kjölfar þess að Play fór á hausinn. Sælir, báðu tveir. Sæl. Þið hafið mjög ólíka sýn eða ólíka reynslu af flugrekstri. Steinn, þú hefur haft að verkefni að halda vélum á lofti og flytja varning og menn í áratugi. Já. Sveinn, aðkoman þín með dálítið óvenjulegra og óþægilegra móti. Já, ekkert óþægilegra, það er bara eitthvað sem þarf að gera þegar svona félög færið þrótt, leysubeignir og leggja peninga. Þú kallaður inn sem skiptastjóri yfir þrotabú WOW 2019 ásamt Þorsteini Einarsyni kollega þínum. Akkurat. Hvað það sem gerist bara út frá þinni reynslu þegar að skiptastjóri kallaður til verka? Já, þetta er náttúrulega það fyrsta sem við skoðum fyrir svona félag sem er í rekstri eða nýhætti rekstri eins og þarna að það er bara að fara yfir alla gagnkvæma samninga, segja þeim upp. Við þurfum að hafa mjög snör handtök við það að segja upp öllum samningum við starfsfólk. Við erum skipað 2008 og við erum að ná því fyrir mánamótin að segja öllum upp, þannig að það bættist ekki auka mánuður við og með tilheyrandi kostnaði fyrir ábyrgðasjóð launa og ríkið. Það gerist ekki sjálfkrafa? Nei, það gerist ekki sjálfkrafa, þannig að við fórum í þetta og það tókst. Mér skildi reyndar að í tilfelli Play hafi það verið búið áður en félagi fór í þrot.
en ég þekki það svo sem ekki, en svo svona, þetta fyrsta sem þarf að hamast í svona ljúka öllum gagnkvæmum samningum, þar að meðal leigusamningar húsnæði og leigusamningar náttúrulega vélar. Við tókum strax þá afstöðu að við verðum ekkert að fara að halda í þessa leigusamninga, við verðum bara að þá setjast niður og semja við alla þessa írsku og kínversku leigusala það að þeir tækju vélana tilbaka og þetta bara ákveðið prótókoll sem þarf að fara í gegnum. Og svo náttúrulega þegar framlíða stundir, þegar þetta hægist aðeins að þá farið það að leysa upp eignir og rekja síðan hvað ráðstafanir hafa verið gerðar síðustu vikur og mánuði fyrir gjaldþrot og rannsaka bara hagi búsins almennt, sko. Það það sem þeir eru vantilega byrjaðar á skiptastjórar play, sko. Með hagsmuni kröfu að hafa leiðarljósi, það skiptastjórarnir hafa það verkefni? Já, við erum skiptastjóri bara handbendi kröfuhafana, sko. Já. Bara forvitnilegt auðvitað var WOW miklu starra félag heldur en Play þegar að síðan þetta félag fyrir á hausinn. Hvert umfang gjaldþrots eins og WOW þegar að svona hortir yfir sviðið og þetta garð gengið? Já, ég held að það tellist nokkuð og mikið, það voru manni 166 miljardar lýsta kröfur sem kannski ekki alveg marktækt, sko, vegna þess að þarna voru meðal annars leigusalarnir sem lýstu kröfum alveg út leigusamningin sinn, en við fórum ekki að höggva það neitt niður því að fyrir eitthvað aðra almenna kröfur vegna þess að við tókum ekki afstöðu til almenna krafna. Það var lýst síðan forgangskröfum upp á rúmlega 5 milljarða og það var samþykktar forgangskröfur upp á 4,2. Síðan kemur ábyrgðasjóðurinn og hefur verið að greiða til þessara hluta þessara krafna til forgangskröfu hafa. En jú, ég held þetta voru 166 miljardar og einhverjar 6.000 kröfulýsingar ef mann rétt. Þú hefur verið skiptastjóri í ótal búum í gegnum áratugina. Það flóknara mál að gera flugfélag heldur en önnur fyrirtæki? Já, ég skal svo sem ekki segja allavega var þetta fyrir okkur Þorstein flóknara verkefni heldur en höfum tekist á við áður og flugbransin eins og kollegi minn getur staðfest hann að mörgu leyti öðruvísi og flókin og sérreglur sem gilda. En þetta bara gekk vel og við erum svona á lokametrunum. Það nokkur mál sem bíða úrlausnar Landsréttar sem verður vantilega á næsta ári, fyrir hluta næsta árs. Og þegar það komið og eitt stórt dómsmál sem verið að reka fyrir okkur á dönsku lögmönnum í Kaupmannahöfn, þegar þessu lokið þá teiknast upp heildarmyndin af því hvað verður mikið til skiptana. En vonandi fæst sem bara mest upp í þessar forgangskröfur, það okkar verkefni. Þannig að þá tap ríkissjóðs og launþegana og lífeyrissjóðana því minna. Það eitthvað innan við 5 milljarða? Já, það var 4,2 sem samþykktum og við vonumst til þess að ná vel upp í þær kröfur. Steinn Logi, þú ert auðvitað búin að fylgjast með þessu máli vinda fram sem áhorfandi. Þú ert komin út úr flugbransanum en þú varst lengi á Icelandair og eigandi og fórstjóri Bluebird. Hvernig horfir þetta við þér? Ég spyr kannski, hafðirðu trú á því á einhverjum tímapunkti að Play myndi ganga eða varstu í hópi þeirra sem að telja þetta fullreynt? Sko, ég fekk kynningu hjá þeim í byrjun, sko, og eins og margir og það sem að manni leist vel á, verð ég að segja, var að þeir virtust mjög fókuseraðar á einingakostnaðinn og tóku það frá WOW og líka þessum aðilum sem voru á leiðin inn í WOW hafa örugglega kennt þeim mikið. Þannig að það var svona impressive að það sem vantaði alltaf og maður áttaði sig ekki á hvernig myndi verða. Það var commercial hliðin, það að segja, þú veist, verðlagning, tekjustýring, markaðssetning, þjónustustig og svo framvegis. Söluhliðin eiginlega, já. Og markaðssetningi þar að segja hvaða plasar eru þig og svona. Ég vissi ekki hvernig það yrði, þannig að, en kostnaðurinn leit vel út, fannst mér, þeir voru með réttan fókus þar og en það gekk greinilega ekki, hvort þetta sé full reynd, það var ólega erfitt að segja, ég held að munu nú einhverju fleiri reyna þetta, sko. Já, þú heldur það? Já, einhver tíman. Þú settir ekki pening í Play? Nei. En segir það ekki sína sögu? Nei, ég veit það ekki, kannski. Já. En nú þetta gengi félagið fallið, það verið að vinda ofan að þúsundir farþega sem áttu pantað flug með félaginu. Jens Bjarnason, þinn fyrrum kollegi, kom hér fyrir helgi og hann segir að markaðurinn leysi þetta nú, þetta pínulítið félag á heildarsviðinu. Til skemmri tíma litið, hvaða áhrif hefur þetta að þínu mati bara á Ísland og flugsamgöngurnar til og frá landinu? Það hverfandi?
Já, ég held að sé alveg hverfandi, sko. Sko, ég held að, fyrsta lagi það má ekki gleyma því að Play var búið að breyta stefnu. Og það kannski eina af ástæðan fyrir því að þeir voru ekki með kannski cashflowið var ekki að koma einn sterkt inn eins og vegna þess að flugáætlunum sem þeir eru að selja inn í bara miklu minni heldur hún var. Þeir eru búin hættir að selja inn á Norður-Atlantshafið, voru þar alveg ekki að fá fyrirfram tekjur þaðan og í raun og veru búin að breyta fókusnum yfir á sólarlandaferðir, hvað Ísland var það til og frá Íslandi. Þannig að hvað var það ferðaþjónustuna og annað slíkt, þá held ég að það verða ekki mikil áhrif til lengri tíma. Og eins og þú bentir á, þá þetta bara allt önnur mynd heldur en var hér áður fyrir. Þú ert með eitthvað 20 og eitthvað flugfélög sem að fljúga til og frá landinu og það fullt af tómum sætum þó að Icelandair segist vera og eru örugglega, ég kom nú með þeim í nótt frá Stokkólmi, eru vel bókaðir, allt fullt, en þetta er ekki stóra málið, sko. Var þetta full vél frá Stokkólmi? Já, nokkurn veginn. Og ég held að það töluvert að strandfarþegum þar. Já. Líka ströndum farþegum. Já, sem verða að koma heim. Já. En nú hafa menn kvartað undan því að verðin hafi rokið upp og annað. Nú segir Icelandair bara þessi blóðu styrjöldum farmiða verðið. Já. Þetta eru þetta líka ólíki markaðir. Eitt að flytja fólk á milli heimsálfanna en annað til og frá Íslandi. Já. Eigum við vona því að sjá þetta í hækkandi fargjöldum og hækkandi verðbólgu þá? Já, mér finnst það bara eðlilegt að maður sæði þetta í hækkandi fargjöldum vegna þess að það alveg ljóst að fargjöldin voru óraunhæft lág og sagan sýnir það bæði þegar WOW var hér að keppa við Icelandair og á þessum markaði og líka, öll þessi félög bara sem hafa verið. Það hefur alltaf þýtt það verðin eru þannig að það séu nánast ósjálfbar. Og þannig að ég held að sé bara mjög eðlilegt að þið hækki núna það. Bara ég meina hluthafar Icelandair hljóta að gera kröfu til þess. Þetta gott ár, það góðar aðstæður, gott umhverfi, ágætis eftirspurn og samt eru forráðar með Icelandair að segja að þeir veit ekki hvor með við núlið þeir verði afslok. Það náttúrulega ekki ásættanlegt og svo standaði frammi fyrir kjarasamningskröfum líka. Já. Þannig að ég ætla rétt að vona að fargjöldin fari nú aðeins að hækka. Já, þú vonar það? Já. Þannig að þetta formað neytendasamtakan hérna við hliðina á þér. Já, ég meina ég held að sagan sýni það að það skiptir okkur meira máli að vera með öruggar og góðar samgöngur heldur kannski 1000 kall meira eða minna í fargjaldinu, sko. Já. Það bara svolítið, ég veit alveg að sé það meira hagsmunir. Já. Og það ekki sjálfgefið að Icelandair sé til, ég meina við bara sé það félag gangi gegn alveg ótrúlega öldudali hér á síðustu árum og maður hefur nú líka spurt sig að því að þú tekur við þrotabúi WOW, það munar nú minnstu að því virðist að Icelandair hefði tekið þann pakka allan í fangi þegar félagið féll og svo kemur COVID strax ofan í, það hefði orðið hrikaleg sviðsmynd. Já, það var mikil þrýstingur á þá yfirtöku sem gekk ekki eftir. Þegar svona á hólmið var komið að þá mátu fyrirsvarsmenn Icelandair bara WOW væri of illa statt til þess að verið bara hægt að taka þá ákvörðun. Og þegar þú þefaðir ofan í þann kopp, varstu sammála því? Já, svona svo miklu leyti sem mitt þefskinn dómbært en já, þetta var félag var gríðarlega skuldsett þannig að bæði Icelandair og svo aftur Indigo Partners þeir féllu frá báðir vegna þess að þetta var orðið alltof illa statt, sko. Og þungur baggi. Já. Nú eru menn að skoða og ræða talsvert nýja fjármögnun sem að kom inn í Play á loka metrónum, bara mánuði áður en að félagið fellur. Það á 3 milljarð sem að veittir þarna inn í nýju fé. Það virðist vera sem að mörgum hafi komið í opna skjöldafélagi fall á þessum tímapunkti í ljós þess hversu stutti síðan að þetta mikla fé komið þarna inn. Er einhverja líkur á að þessi peningur hafi verið brunnin upp á þessu skap? Ég get ekki ímynda mér það ef þetta var að koma þarna inn í ágúst 2,8 milljarðar. Þetta eiginlega það sem mér fannst furðulegast. Þess vegna átti ég alls ekki vona að þeir væri að fara núna. Það, sko, eigendur og stjórnendur félagsins hafa ekkert farið í neina grafgötu með það að það hefur gengið illa. Þeir hafa alveg verið heiðarlegir og alltaf upplýst markaðinn, enda náttúrulega félagiskar á, en þeir hafa upplýst markaðinn alltaf hversu að gengið illa, hvað tapið og svo framvegis. En bara miðað við það að rekstrakostnaðurinn að umfangið var að minnka, að þá finnst mann nú að 2,8 milljarðar hefur nú átt að vera aðeins betur, sko. Og það náttúrulega virðist vera, já, sá skilningur alltaf hjá mér að þetta sé Play sjálft sem stóða þessu skuldabréfaútboði, þannig peningarnir renna þar inn. Það vantarlega þá bara, það verður verkefni í skiptastjóra að eins og menn ger alltaf í þessu, hvort sem það eru stóri eða lítil þrotabú, að rekja slóðu peningarna, menna
var þeim öllum ráðstafað bara með eðlum hætti til greiðslu krafna eða var kröfuhöfum mismunað eða var þeim ráðstafað með einhverjum hætti sem sko brýtur gegn þessari meginreglu gjaldþrotaréttarins jafnræði kröfuhafa. Þetta bara, hún svona alfa og omega í gjaldþrotaskiptum að stjórnendur félags, korteri fyrir gjaldþroti, þeir megi ekki fara í það að mismuna kröfuhöfum eða gefa frá sér eignir og það það sem skiptastjóri gengur úr skuggum. Þannig að bara við gefum okkur það að þetta hefði allt saman verið normalt en þetta auðvitað það sem skiptastjóri þarf að rannsaka. Það það sem skoðað. Já. En ef að þetta myndirðu meta það svo, ef þessum peningum hefur verið fleytt áfram í félagum öllu eitthvað slíkt, það eitthvað sem að menn munu þá ganga á og höggva á og reyna að rifta? Já, eins og segi, ef sko reglan þessi að forsvarsmenn félags sem á fyrirsjáanlega færi þrot, þeir mega ekki mismuna kröfuhöfum annars vegar og svo mega þeir ekki sko gefa frá sér peningana. Þannig að allar slíkar ráðstafanir sem brjóta gegn þessum prinsipum, þeim geta skiptastjóri rift. En nú tek ég fram, ég veit ekki hvernig, þetta bara það sem mín ágætu kollegar að rannsaka dagana. En það virðist vera eins og að ákvæðin í þessu útboði hafi gert ráð fyrir möguleika á ákveðinni yfirfærslu menn öðlust ákveðin réttindi í hinu maltverska félagi með þáttöku í þessu útboði. Já, og það eins og ég hef skilið þetta, þá virðist hafa verið skuldabréfa þáttökendur hafa haft veð í, sem kröfuhafar haft veð í þessu dótturfélagi, vissulega óhefðbundið en ekkert sem bannar það. Nei. En þá reynir þar á nokkur atriði sem skiptastjórar á nefa líka skoða fyrir utan það ekki að slóð peningana og þeim hafa öllum verið ráðstafað með eðlum hætti. Þá skoða þeir auðvitað líka hvers virði þetta dótturfélag og allt sem því tilheyrir, leigusamningur og svo framins, gefum okkur að leigusamningarnir farið þarna undir. Hvers virði þessi pakki fyrir skuldabréfunduna? Og svo það þessi spurning, á hvað verði eru þá skuldabréf eigendurnar að yfirtaka þetta félag. Þetta bara svona svipað svo við tökum svona einfalt dæmi að ef við með 100 milljón króna hús og 15 milljón króna krafa, þú getur ekki leyst til þín 100 milljón króna húsið á 50 milljónir. Difference, það alltaf þannig einhver difference og þá það spurning, einhver difference? Og ef svo þá væntanlega myndur nú þrotabúið gera tilkall til þess. Vegna þess að það sé eitthvað sem ætti að ganga þá til jafnra skipta kröfuhafana. Já. Þannig að menn geta ekki í raun tekið óeðlilega hlutdeild úr uppgjörinu. Akkurat. Ég fór nú bara aðeins að hugsa, ég skrifaði nú litla bók ævintýri á sínum tíma. Mjög fín bók. Þú vantar framhaldið á henni? Þakka þér fyrir, já, það seinna bindið væntanlegt í jólabókaflóðinu. Þar atriði eða mál sem að maður velti fyrir sig hvort að eigi sér einhvers konar samsörunís og það skuldabréfaútboð sem VÁ réðist í september 2018. Og þá fyrirtækið komið í mjög þrönga stöð og var og vonar völ alla þessa mánuði. Finnst þér þú sjá einhvers konar samjöfnuð eða rýmar þetta einhvern veginn? Já, sko, nú þetta skuldabréfaútboð sem átti sér stað, það svo nýtt, það svo glæði nýtt. Það það sem, og ég veit ekki hvort að það náðist að borga eitthvað inn á þessar kröfur í tilfelli Play. En það sem sló okkur dálítið mikið í þessu skuldabréfaútboði hjá VÁ var að sko, það náðist ekki einu svona að borga fyrsta vaxtagjaldagan. Samt átti að vera sko frátekni peningar til þess að tryggja það að það alltaf til fyrir fyrstu vaxtaáborguninni. Skuldabréfaútboðinu hjá VÁ lýkur í lok september. Í byrjun október sko, byrja fundahöld með Icelandair. Sko. Þannig að menn mátu þetta greiðlega svo að þetta skuldabréfaútboð myndi ekki bjarganeinu. Myndi ekki duga til. Ég upplýsi það í bókinni hvernig því var háttað. Það komið auðvitað í ljós að stór hluti af þessum gjörningum í þessu skuldabréfaútboði voru einhvers konar fjármálagjörningar sem voru á annan veg en látið var að liggja. Menn voru þarna að breyta kröfum og annað í þeim dúr. Já, það er stór gerandi í þessu máli var, þetta var þannig hjá VÁ að þeir segðu bara, við ætlum að safna lágmarki 50 milljónum evra en stefnum að 100 milljónum. Og þeir voru ekki að ná 50 milljónum evra, þá sneruðu þeir sér að viðskiptabanka sínum, Arion, og svo þið verið að hjálpa okkur með þetta. Þannig, þeir gerðu bara skriflega samning við eiganda VÁ,
það að þeir myndu klára útboðið og skrá sig fyrir nægilega miklu til þess að það kláraðist, en á móti myndi samsvarandi yfirdráttarheimild falla niður. Þannig að þetta var bara breytingur því að kaupa skuldabréf og yfirdráttarheimild sem féll niður. Þannig að þarna kom ekki neitt fé, sko. Og það nú væntanlega það sem að flugrekstur gengur allur út á steið. Ég meina, þú hefur í gegnum tíðina þurft að horfa á eldsneytisreikninga og launareikning og annað. Þetta snýst alltaf um það að fá laust fé inn á reikningin. Nákvæmlega. Og engin rekstur sem er jafn lausafjárfrekur og flugið. Og en á móti þá líka ekki margir tegundir rekstra sem að fá eins mikið fyrirframgreitt eins og flugið. Þannig að þeir fá peninga, en þeir skulda þá peninga, sko, skilur við. Það er ekki eitthvað sem eiga bara að fá í kassan, sko. En þú skuldar þjónustu sem að kaupandinn að farmiðanum kröfu. Akkurat. Svo held ég sér sameiginlegt með Play og Vá að staða þessar félaga voru þannig að þeir voru að fyrirfram greiða talsveit mikið af þjónustu og eldsneyti. Þannig að það var eitt af fyrsta verkefnum okkar. Og ég veit að þeir eru í því líka skiptastjóra Play. Það er að kalla inn deposits sem búið að vera borga fyrirfram til þess að fá þjónustuna. Þannig að svo gerist það á sama tíma sem að líka þrengir að kreditkortafyrirtækin fara þá að stytta tíman sem, sko, þegar þú kaupir miðan þá eru þeir hættir að láta félagi fá peningin strax. Heldur bara þegar það flogið er, sko. Það þrengir náttúrulega, það var kannski eitt stærsta höggið sem Vá lenti á sínum tíma þegar sú breyting var gerð. Og það var afleiðing af Monarch gjaldþrotum í Bretland. Þá þurfti að breyta öllum viðskiptaskilmálum, sko, að því að korta þjónustan eða korta fór mjög illa út úr gjaldþroti Monarch og þá voru þessi kjör sem Vá var að njóta og Monarch hefði notið bara að fá þetta strax borgað. Þau voru ekki lengur í boði og það var einmitt, sko, ef mann rétt að þegar kom að þessu uppgjöri þessa færsluhirða við þrotabú Vá, sko, þá höfðu korta eigendur eitthvað 1,5 ár, ef mann rétt, til þess að, sko, krefjast endurgreiðslu vegna flugs sem hefði ekki verið flogið. Og það er það sem einmitt bankarnir hafi verið að auglýsa núna hér á Íslandi að hvort að hafi ákveðin réttindi. Og þess vegna héldu færsluhirðanir hjá sér þessum peningum sem hafði verið greitt fyrirfram. En var það orðið 100% í lokin hjá Vá? Já, það var þeir héldu bara öllu bara í einhvern langa tíma. Þetta olli Vá náttúrulega talsvert miklu vesinni þegar kom að kassflói, sko. Maður sá það í öllum samskiptum og skipulagningu, það var alltaf verið að bíða eftir, sko, næsta slump sem kemur frá færsluhirðinni. Steinn, hann kinkar kolli, hann þekkir þessa stöðu greinlega. Nei, ég hef ekki lent í henni en ég veit hvernig það virkar. Já, það virkar svona. En þá velti maður fyrir sér, Play er í þessu útboði, örfáum vikum síðar fellur félagið. Eru einhverju þetta getur gerst mjög hratt, það getur verið að menn hafi verið bara í góðri trú að safna þessum peningum, síðan snýst staðan, það var þetta formaður félagsins atvinnuflugmanna, hann fór í mjög harðan slag við á opinberlega, það voru margir sem ókyrrðust út af því, það er mögulegt að það sé einhverjir aðrir atburðir sem ekki eru komin fram opinberlega sem hafi þrengt að lausafjárstöðu félagsins. Já, sko það hefur komið fram að þeir átt að fara að greiða, held ég, tæpan milljarð í kolefnisjöfnunargjöld. Bara það áttu bara koma að gjalda í því. Það var náttúrulega svakaleg upphæð og svo skulduður Isavia 500 milljónir hefur komið fram síðan. Þannig að þetta bara 1,5 milljarð þarna. Og ef að á sama tíma sem ég býst við að sé raunin, sko, að innstreymið hafi snar minkað, bara á því áætlunum sem þeir voru að selja inn í hafi snar minkað, þá er þetta náttúrulega auðvitað fljótt að koma, sko. Já, og held að líka flugfarþegar hafi verið dálítið brenndir af gjaldþroti Vá. Það var náttúrulega margir sem lenti því að kaupa fargjald fyrirfram og fá þetta ekki endurgreitt eða standa í vesinu við að fá þetta endurgreitt. Þannig að það er náttúrulega þegar hinn almenni neytandi fyrir að missa trúna á því að flugfélagið muni verða í starfsemi næstu mánuðina, þá hættir fólk að panta sér flug langt fram í tíman, sko. Það er náttúrulega martröð fyrir flugrekanda. Svo formaður félags atvinnuflugmanna, hann var mjög berorður í því að segja að þeir myndu bara, menn ætti ekki að kaupa miða því að þeir myndu ekki lifa þetta af. Það náttúrulega hefur sín áhrif. Orkar það ekki tvímælis þegar maður í hans stöðu og starfsmaður samkeppnisaðilans stígur svona, er þetta ekki... Ég held að hann hafði ekki sagt þetta sem starfsmaður samkeppnisaðilans en sem formaður FÍA, ég meina, það má alveg segja það, en hann ég held að hann alls ekki verið að tala fyrir hann Icelandair, sko. Nei, það hefur komið fram, en það er ekki ólíklegt að þessi hafi haft sín áhrif. Já, klárlega.
Talandi kolefnisgjöldin, við vorum að fjalla það hér í spursmálum á föstudag og reyndar á vefnum í morgun að það eins og að Ísland hafi ekki staðið alveg vörðum sína ýtrustu hagsmuni þegar kom að setningu löggjafarinnar frá ESB þessi mál. Þetta var líka dálítið atriði í falli WOW. Það allavega þegar ég skrifaði bókina þá virtist vera sem að þessar kolefniseiningar hefðu einfallega verið seldar út úr fyrirtækinu að það fjær. Jú, það stemmir. Og Umhverfisstofnun reyndi einhvern veginn að snúa því tilbaka en það var ekki tækt. Þetta var bara einhver sala sem hafði átt sér stað áður en félagið var tekið til gjaldþrotaskipta. Þannig að þetta... Voru það miklu fjármunir? Það voru einhver 100 milljónir þarna. Ég man ekki þessa tölu. Þorsteinn rak þennan ágreining gagnvart Umhverfisstofnun sko. Og við höfðum sigur þar sko. En hvaða reglur gilda, svo við áttum okkur líka á því, stjórnir fyrirtækja og forsvarsmenn daglegs reksturs, þeim ber skylda til að leggja fyrirtæki inn til gjaldþrotaskipta þegar sýnt þykir að ekki verði lengra gengið. Maður hefur það tilfinninguna að í rekstri sem þessum að þá séu menn kannski stundum að haldi menn of lengi í vonina. Já, þetta bara í þessum rekstri svo öðrum, þá er síðasta korterið, við getum orðað sem svo, í rekstri fyrirtækisins mjög viðkvæmur og það er þessi skylda og stjórnendum og stjórnarmönnum að gefa félag upp til gjaldþrotaskipta ef það er orðið ógjaldfært. Og nú þekki ekki nákvæmlega þessar tölur í tilfelli Play, hvort að það var orðið ógjaldfært á einhverjum tímapunkti, ég þekki það ekki, sko, en í tilfelli WOW að þá var félagið orðið talsvert löngu áður orðið ógjaldfært í skilningi gjaldþrotalagana og við með niðurstöðu dómkvads matsmanns það. En það fellur 28. mars. Fellur 28. mars. Hvað er þetta langur tími sem líður? Og já, sko, mann rétt að þá var niðurstaða hans að félagið hefði verið orðið ógjaldfært í þeim skilningi að það er tekið fyrir eignir fyrir skuldum og það verið ekki fyrirsjáanlegt að það myndi breytast. Ef mann rétt að þá var hann þarna í október eða nóvember árið á undan. Við setjum í fyrirværi, ég man ekki þessar dagsetningar. Sko. En það er þó mörgum mánuð. Já. Og það er en héraðsdómur taldi í því tilviki að stjórnendur hefði verið að í heiðarlegri baráttu verið að bjarga fyrirtækinu. Okkar mat var það hefði haldið áfram of lengi vegna sem en halda of lengi áfram með félag sem er komið í þrot. Þá eru þeir að auka tjón kröfuhafana sko. Það eykst bara dag frá degi. Því að sko tapreksturinn 2018 var gríðarlegur, tapreksturinn fyrstu 2 mánuði ársins 2019 var svakalegur. Þannig að það eykst bara tjónið sem kröfuhafana verða fyrir, hvort sem það er skatturinn eða verkalýðsfélög eða launþegar og svo framvegis og bara byrgjar og viðskiptavinir. Þess vegna er svo mikilvægt að stoppa. En er það ekki mannlegu eðli? Að reyna, er það ekki... Jú, vissulega, sko, einhvers stað verða menn voru bara frá klukkutíma til klukkutíma að bjarga hlutunum og svo er það bara þegar ein vél var kyrrsett þarna í mannrétt í Kanada, þá hrundi allt eins og dóminó, sko. Á örfáum klukkutíma? Já. Steinn-Logi, langar til að spyrja þig út í áhugavert mál. Við vöknum hér á föstudagsmorgni og þá er bara aðfaranótt föstudags búið að setja nýja reglugerð. Já, það var skrítið. Sem samgönguráðuneytið setur og tilkynnt yfir nótt. Það er ekki annað að skilja en að þar hafi menn breytt reglugerð þannig að eiginlega eigendur eða þeir sem eru skráðir fyrir vélunum sem eru í íslensku loftfaraskráni, þeir verða ekki aðeins að gera upp skuldir sína við Samgöngustofu, heldur einnig Isavia. Það er verið að þrengja að í raun og veru þessum aðlum að þeir virðist eftirfall félagsins. Já. Hvernig horfir þetta við? Ég skil þetta ekki vegna þess að nú er ákveðin rammi utan þessa hluti sem heitir Höfðaborgar sáttmálinn, Cape Town Convention, sem það sem sérstaklega er fjallað það sáttmáli er til þess að tryggja verðmæti mobile assets sem kallað er. Hreyfanlegum dýrum hlutum sem á milli landa og sérstaklega eru flugvélar þarna undir sko. Og þar er sérstakt ákvæði það að þegar
gjaldþrot verður eða vanskil að þá eru leigusalar og fjármögnunaraðilar eigendur vélana mjög vel tryggðir og þeir eiga í raun og veru að geta komið bara inn og jafnvel sko án undangengins dóms tekið vélarnar og farið með þær. En meiri hreyfanleiki fyrir kröfuhafana. Já, og búið að, og í þessum sáttmála þá liggur það er svo 60 daga regla sem að skiptastjóri hefur til þess að annarkvort virða leigusamningana og borga, þú veist, og reyna að halda þeim lifandi eða skila vélanum. En svo til viðbóta við þetta þá eru alltaf mjög ítalega ákvæði í leigusamningunum sjálfum sem að overræta þetta í raun og þetta er svona, það má segja að þetta sé hið lagalega, alþjóðlega lagalega umhverfi sem tryggir fjármögnunaraðila en svo til viðbóturinn í leigusamningunum eru þrengri ákvæði þar sem að þeir geta gjaldfært samningana út af ýmsum öðrum ástæðum og það er alveg ljóst samkvæmt þeim samningum að það getur enginn gert neitt við flugvélarnar nema með þeirra leyfi. Það er ekki hægt að taka veði eða gera neitt svoleiðis eða enga snúninga og það er bara þá getur leigusalinn eða eigandi vélarinnar bara gert hvað sem og í raun og veru getur hann, til dæmis eins og þeir með þeir ákvaðu bara að skila vélunum strax og það er yfirleitt gert þegar svona þá geta menn yfirleitt strax nálgast vélarnar. Já, bara losa út, þannig að það vandamál úr sögunni. Þessi höfuðborgarsáttmáli, hann er samþykktur að hann tekur gildi gagnvart Íslandi 2019, ef ég man rétt eftir að WOW fellur. Og það er vegna áeggjunar okkar sem voru þá í flugrekstri. Það var sem sagt þetta er alltaf gerð krafum þetta í leigusamningum og hefur verið gert alla tíð. Við hins vegar svona einhvern veginn gátum hummað þetta fram á okkur en þá þurftum við að vera með einhverjar öruggari tryggingar eða verri kjör. Skilur það er bara svoleiðis. Og þess vegna var það sem að ég held að það hafi verið Icelandair, Air Atlant og Bláfugls eftirfall WOW þrýsti mjög á það að nú þetta löglegt á Íslandi. Það var búið svona samþykkjum þannig en það var ekki búið að færa þetta í lög. Og það var gert þarna 2019, lög nr. 74 ef ég man rétt. Og það gerir það verkum að leigusalar, þeim líður miklu betur að leigja til íslenskra aðila því að þetta kom mikið upprót þegar að vélarnar voru kyrrsettar hjá Isavia að menn ókyrðust mjög. Þetta var alveg ótrúlega uppákvæmt, það voru bara snjóplógar settir aftan við vélina og henni meinaði að bakka út úr flugskýlinu. Já, það var þannig samningur milli stjórnenda WOW og Isavia að flugrekstrarstjórinn þá var þetta hann ábyrgðist að það væri alltaf ein vél í Keflavík. Sem væri þá vél þannig að sú vél sem var þá hverju sinni, þetta var bara svona eins og stólaleikur sko, bara sú vél sem var hverju sinni stödd á landinu, hún var þá reiðubúin sem veðandlag til tryggingar á öllum kröfum Isavia. Og Steve Udvar Hayes sá frægi og ungverski innflytjandi Badingo, hann var sá sem dró stuttastráið og eina vélum hans var hér eftir. Og það var til þess að WOW 2 var ekki stofnað. Það var búið að gera samninga stofnun af WOW 2 og hann var búinn að samþykkja að 4 vélar frá sér færu til WOW 2. Já. En síðan þessi kyrrsetning og þá setur hann það sem skilyrði fyrir því að halda áfram að það verði af því að WOW 2 fái þessar 4 vélar og setur hann þessi skilyrði að þeir skúli leysi þau mál með kyrrsetu véla. Það tókst ekki og þá kostu menni hvítaæklæðinu. Þannig að WOW 2 var aldrei að veruleika. Þannig að Skúli hafði í hyggju að endurreisa félagið? Já, það var hópurinn stjórnendafyrirtækisins sem var með Skúla að vinna að þessu á fullu og við gerðum náttúrulega athugasemd við það að leigusali ALC væri að fá dálítið mikla greiðslur daginn fyrir úrskurðardag. Þá var hann að fá greiðslur upp í leigusamningarna sína. 27. Já. Þetta er magna mál. Steve Udvar Hayes, auðvitað engum líkur, við ekki allir saman það Steinn. Ég heyra að það er kurri mönnum út af þessari reglugerð, menn segja ef höfuðborgarsáttmálinn, hann í gildi, nú íslensk stjórnvöld bara í skjóli nætur að þér viðst eins og þrum úr heiðskýru lofti að setja þrengri skilyrði. Já, ég bara skil þetta ekki, vegna þess að ég meina hvaða afleiðingar það getur haft bara fyrir fjármögnun, bara eins og Icelandair, fjármögnun á vélum þeirra sem eftir eru og svo framvegis sko. Getur þetta haft neikvæð áhrif á það? Já. Þetta getur haft neikvæð áhrif á það. Bæði getur það haft þau áhrif að menn einhverjir forðist að taka þátt í slíkri fjármögnun, en það getur líka bara haft áhrif á kjörin. Því að þetta er svona, þetta í annað skipti sem að sko það kemur að flugfélag sem fellur á Íslandi, að þá kom steppa yfirvöld inn í
og breyta hérna leikreglunum. Það náttúrulega ekki mjög traustvekjandi. Nei, menn vilja hafa fyrirsjáanleika í þessu. Já. Hvað, færðu gæsahúð þegar þú sér að menn að lenda í því verkefni sem þú fyrst í hendur 2019? Er þetta ekki... Ég bara fiðring, sko. Þetta bara spennandi. Ég bara verið sem svo ég þekki nú ágætlega þessa skiptastjóra og þá sem starfa með þeim og ég bara finnst þetta er gríðarlega spennandi verkefni, sko. Og þetta eru öflugir lögmenn? Já, þetta eru öflugir lögmenn og menn líka á bakvið þá sem vinna með þeim, sko. Traust fólk. Við náttúrulega, ég og Þorsteinn, við unnum þetta þannig að við réðum til okkar, sko, hæfa kollega, sko, og sérfræðinga til þess að vinna með okkur. Þetta var alveg fjölmenn teymi sem vann við skipti á Vá, þó við vorum tveir bara skiptastjórar. Þannig er það sama með í þessu tilviki. Þetta bara teymi sem fer í þetta. Ég örugglega viss ég trú að þetta sé svona 10+ manns sem að vinna í þessu. Þetta ekki 2 manna verk? Nei. 2 manna tak eins og settir flutningum? Nei. Steinn, rétt í lokin. Þú ert komin út úr fluggeranum. Hvernig líst þér á stöðuna? Jens segir að það sé blóðbað á þessum markaði yfir hafið. Já. Er Icelandair á vetursetjandi? Já. Icelandair er alveg á vetursetjandi. Ég held að vandamálið, sko, sem að íslensku flugfélögin hafa verið með og stóra vandamálið bara hvað þetta er lítið heimamarkaður. Hvað markaðurinn er smár. Hann hefur stækkað mikið út af túrismannum til og frá Íslandi, en þetta gerði það verkum að þegar að félög eru stofnuð, að þá byrjuðu alltaf til þess að ná í aukna stærðarhagkvæmni, að fara út fyrir þennan litla markað, eðlilega kannski, til þess að ná í aukna stærðarhagkvæmni. En það gera þau kannski áður en búin að koma sér upp nafni eða einhvers konar þekkingu, þannig að þau fara út á markaðin og eina vopni sem þau hafa bara lægsta verð. Og svo leiðast menn bara áfram út í þetta og svo stækkar og fjölgar vélum alveg mjög hratt og alltaf bara treysta lægsta verðið. Og það auðvitað gengur ekki upp, en því það versta við þetta það að þetta virðist alltaf hafa meiri áhrif á Icelandair heldur en nokkurt annað flugfélag til þess á hafinu, sko. Og þannig að þetta er alltaf að klóra augun hvorur öðrum, sko, þessi íslensku aðilar, þannig að þegar þeir koma inn og þá fer allt á stað, sko. Já. Þannig að það er synd, en ég held að samt að síðasta flugfélagi sé nú ekki stofnað, sko. Nei. Kannski að Vá 2 fara einhvern tímann á loft ef að Steve Hasey opnar augun. Valla úr þessu. Takk fyrir kærlega fyrir komuna, Steinn Logi Björnsson, Sveinn Andri Sveinsson. Takk fyrir. Við ljúkum þá þessum aukaþætta spursmálum í tilefni þessara miklu tíðinda af þessu sviði, mikilvæga sviði sem að snertir okkur öll, flugbransinn. Þetta eru ekki bara fólksflutningar, þetta eru líka vöruflutningar til og frá landinu. Við erum að flytja ferskan fisk, vítt og breytt heiminn og þannig mætti áfram telja. Ég minni ykkur líka á bókaklúbb Spursmála. Ég kynnti hér á föstudaginn bók októbermánaðar, We Need to Talk About Xi. Sú bók fjallar Xi Jinping, valdamestamann í heimi. Hann fer fyrir kínverska alþýðulýðveldinu. Við ætlum að fjalla hann og þessa bók á síðum Morgunblaðsins núna á komandi vikum. Og undir lok mánaðar ætla klúbbfélagar að hittast á vinnustofu Kjarvals og ræða efni bókarinnar og af hverju Íslendingar þurfa jafn langt og við búum nú frá Kína að hafa augun á þessum mikla leiðtoga og ríkinu sem hann fer fyrir. Hafið þið góðan dag og takk fyrir samveruna í dag.